Góðan daginn, kæru gestir, og verið hjartalega velkomin hingað í Arion banka. Þetta stór dagur og ég ætla að byrja á því að bjóða ykkur hjartalega velkomin á þennan kynningafund sem svona upphafsfundur hlutafjárútboðs NOVA, NOVA klúbbsins. NOVA fyrirtæki sem við sem stöndum í fyrirtækjarekstri höfum lengi öfundað félagið af þessari gríðarlega sterku stöðu sem fyrirtækið hefur haft allt frá stofnun. Hefur verið leiðandi í tækninýjungum í tengslum við fjarskiptarekstur og var meðal annars fyrsta fjarskiptafyrirtækið með bæði 4G og 5G lausnir á markaði. En við erum ekki síður öfundsjúk yfir þessari gríðarlega sterku stöðu sem félagið hefur haft allan tíman sem eitt af sterkustu og sennilega sterkasta vörumerki landsins og hefur í 13 ár í röð verið með ánægðustu viðskiptavini á fjarskiptamarkaði. Og í maí hlaut félagið einnig viðurkenninguna fyrirtæki ársins í stærstu vinnumarkaðsrannsókn á Íslandi sem framkvæmd af VR. Félagið hefur nú boðið til opins fundar hér í Arion banka og það lítur kannski ekki út fyrir að við séum hér, frekar í stærsta skemmtistað landsins. En þetta markar þó upphafið, eins og ég sagði, að hlutafjárútboði sem að hefjast núna og mun standa yfir næstu vikuna. Þannig að almenningi mun gefast tækifæri á að kynnast félaginu og stjórnendum þess betur þar sem farið verður yfir sögu NOVA frá upphafi til dagsins í dag. Með þessum orðum þá vil ég kynna stjórnendur félagsins hingað upp á svið og bjóða hjartanlega velkomin. En áður en að þau koma þá fáum við að sjá smá myndband sem fer yfir sögu félagsins. Þetta saga NOVA. Allt byrjaði þetta árið 2006 með hugmynd. Hugmyndinni nýtt íslenskt farsímafélag, enda löngu kominn tími til að hrista rækilega upp í hlutunum. Ári síðar var stærsti skemmtistaður í heimi kynntur til sögunar. Nýtt, ferskt og sprellfjörugt farsímafyrirtæki með skýra staðsetningu. Ókeypis símtöl NOVA í NOVA. Örfáum árum síðar var NOVA komið með hressilega hlutdeild á íslenskum farsímamarkaði. Og eftir endalausar herferðir, diskókúlur og fjör var kominn tími til að taka stjórnina. Árið 2013 hleyptum við 4G í loftið, fyrst á Íslandi. Á svipstundu varð snjallsíminn miðdebillinn í allri miðlun. Og til að hafa það ekki of náðugt, skelltum við okkur í ljósleiðarabransann. Negla. Ný leið opnaðist inn á skemmtistaðinn og stækkaði hann enn meira, sannkölluð hraðleið. En við vorum aldeilis ekki hætt. Næst var það NOVA TV sem reif neytendur úr viðjum vanans og ögraði stöðnuðum sjónvarpsmarkaði. Allt breyttist enn og aftur, allt samkvæmt áætlun. Næsta mál, 5G. Enn og aftur leiddum við byltinguna langt á undan öllum öðrum. Og nú erum við hér og þetta verður bara skemmtilegra með hverju árinu sem líður. Því við vitum að gleðin samofin bæði vörumerki okkar og menningu. Ánægðasta starfsfólkið gefur okkur ánægðustu viðskiptavinina og tryggir að tónlistin sé alltaf í botni. Skellið ykkur í dansskóna. Velkomin á stærsta skemmtistað í heimi. NOVA. Velkomin. Ég ætla nú að byrja að kynna mig. Margrét heiti ég og skemmtana og forstjóri NOVA, aftast kölluð Magga. Ég með hluta af NOVA-liðinu og skemmtana og framkvæmdastjórnin hjá okkur og við ætlum að fara betur yfir reksturinn hjá okkur og söguna. Aðeins mig, þá bakgrunnur minn í fjarskiptum síðan 1999-2000, þar sem ég byrjaði hjá gamla Tali sem síðar sameinaðist Íslandssíma og varð Vodafone. Ég hóf feril minn hjá
Nova bara alveg í upphafi, þar sem ég fékk þá að taka við markaðsstjórahlutverki, að móta ásýnd og vörumerkið og fengið síðan að takast á við mörg skemmtileg hlutverk innan félagsins í sölu og þjónustu, bæði einstaklings- og fyrirtækjamegin og síðan í vöruþróun. Það einn þáttur sem ég hef ekki fengið að fara og það inn í fjarskiptunum og þess vegna hann Benni og hann ætlar að fara betur yfir svona innviðin okkar og annað. En sagan okkar og sem ég ætla að fara í gegnum, það langar mér nú kannski aðeins að byrja að fara ofan í reksturinn okkar og áður en ég fer yfir söguna og segja eitthvað svona hvernig Excel-skjalið leit út 2021. Árið hjá okkur gekk mjög vel. Við vorum að velta yfir 12 milljörðum og vorum með tekjuvöxt upp á 7% milli ára. EBIT-an hjá okkur var 3,2 og þar sem vorum að hækka EBIT-framleiðina 2% og þetta fyrir einskiptisliði sem Þórhallur ætlar að fara yfir eftir. Í dag rekum við 6 verslanir, við erum 147 í Nova-liðinu, við erum með yfir 145.000 viðskiptavini í farsímaþjónustu og með 33% markaðshlutdeild. Við erum að þjónusta yfir 22.000 heimili í ljósleiðara og erum komin með 21% hlutdeild í ljósleiðaraþjónustu en einungis 15% á heimamarkaðinum. Eins og þið sjáið þá netumferð okkar viðskiptavina 60% af heildargagnaumferð markaðarins og Benni ætlar að skýra hvað það sem af hverju það þannig. En mér finnst alltaf rúsinin á árinu 2021, eins og Benni kom inn á, eða Benedikt kom inn á, að fá viðurkenninguna að eiga ánægðustu viðskiptavinina 13. ári í röð sem svo sannarlega ekki sjálfgefið. Og kannski fyrir mig persónulega að stoltust að eiga titilinn að vera fyrirtæki ársins, að hlúa vel að starfsfólkinu okkar. Við höfum þróast mikið frá árinu 2007. Við höfum farið úr því að vera með 1 tekjustofn yfir í að vera með 3. Við höfum boðið upp á fleiri þjónustur og sem stundum og oft geta kallað á meiri flækjustig eða minnkandi ánægju eða vaxtarverki. En okkur hefur tekist að viðhalda ánægju bæði starfsfólks og viðskiptavina en við sjáum alltaf tækifæri að gera betur. Við viljum vera fyrst inn í framtíðina hjá Nova með snjallar lausnir og við viljum skora á markaðinn og okkur sjálf. Og við viljum ekki vera að verja gömul viðskiptamódel. Við viljum standa fyrir nútímalega neysluhætti og eins og kom áður fram þá höfum við leitt tækniframfarir og verið fyrst með nýjungar. Við vorum 1 ári á undan samkeppninni með 4G og þegar ég tala að við viljum ekki vera að verja gömul viðskiptamódel þá get ég sagt til dæmis ljósleiðarinn gott dæmi það. Þegar við komum inn á markaðinn 2016 þá tökum við ákvörðun að bjóða ekki upp á heimasíma. Við tökum ákvörðun að bjóða ekki upp á myndlykla. Ekki sjálfgefið á þeim tíma að taka það ákvörðun þegar til dæmis þessi markaður veltir yfir 2 milljörðum og allt hægt að reikna sig út í Excelnum. En þarna sáum við tækifæri að kynna nútímalega neysluhætti og komum jafnframt með Nova TV inn á markaðinn. Árið 2017 þá kaupum við Símafélagið sem styrkti okkur verulega á fyrirtækjamarkaði og á sama tíma vorum við að fjárfesta í innviðum sem styðja við uppbyggingu á 5G hjá okkur. Og við erum bara rétt að hefja skemmtilegt ferðalag með uppbyggingunni á 5G þar sem fleiri og fleiri tæki verða nettengt. Og við trúum því að framundan sé algjört blómaskeið í fjarskiptum. Og þegar ég segi við, þá ég að tala teymi sem hefur mikla reynslu af fjarskiptamarkaðnum, bæði lykilstjórnendur og starfsfólk Nova sem og hluthafa. Í dag eru lykilstjórnendur með 6,4% hlut í félaginu og PT Capital með 50% hlut, en nýverið komu sjóðir í rekstri Stefnis, Íslandssjóða og Landsbréfa inn í hluthafahópinn. Stjórn Nova, það Hugh Short sem stjórnarformaður fyrir hönd PT Capital, Hrund Rudolfsdóttir og Jón Óttar Birgisson komu nýverið inn í stjórninni hjá okkur og síðan erum við með Tínu Pittsson sem hefur mikla reynslu af fjarskiptamarkaðinum erlendis og Kevin Payne sem starfsmaður PT Capital. Ég segi alltaf að lykillinn á öllum árangri liðið og liðið á bak við Nova, kúltúrinn, skýr markmið og sýn. Og Nova-kúltúrinn það sem greinir Nova frá öðrum liðum og myndi ég segja að gefi tækifæri á áframhaldandi
sigrum og velgengnin í framtíðina. Við erum lítið fyrirtæki og við viljum vera lítil að innan en stór að utan og okkur hefur tekist að láta tæknina hjálpa okkur og þannig vaxið og fjölga þjónustuþáttum kannski án þess að fitna mikið. Við erum ekki eins og aðrir og ég segi það oft að það hægt að kópera vörur og það hægt að kópera verðskrár en þú kóperar ekki Nova-kúltúrinn. Stærsti skemmtistaður í heimi ekki bara slagorðið okkar, það okkar grunnur, það okkar kúltúr. Og við höfum haft að leiðarljósi þau markmið sem við fórum með í loftið þegar við fórum í loftið árið 2007. Og þau eru algjör lykill að árangrinum okkar og að allir séu að hlaupa í sömu átt í liðinu. Við höfum endurskoðað þau reglulega en við höfum alltaf komist að þeirri niðurstöðu að halda þeim óbreyttum af því að við notum þau. Þetta ekki bara eitthvað sem hengur upp á vegg hjá okkur. Við notum þetta í okkar forgangsröðun og daglegum ákvörðunartökum. Og eins og þið sjáið allt mjög lágstemmd markmið en við keppumst að þessu daglega og af því að við trúum að með að hlúa að þessum markmiðum höldum við áfram að vaxa og dafna í Excel-skjalinu. Besti vinnustaður í heimi, eitt af okkur markmiðum og stundum spurði það raunverulega hægt? Og ég segi já ef ég trúi því og þeir sem eru í Nova-liðinu trúa því að þetta sé besti vinnustaður akkurat núna þar sem ég hérna í dag. Ég myndi segja að lýsa vinnustaðnum hjá okkur að þá eru samskipti milli teyma og starfsmanna frekar óformleg. Við erum ekki mikið fyrir að vera með handbækur eða reglur. Stjórnunar og starfsmannastefna kannski bara að koma fram við aðra eins og vilt að sé komið fram við þig og láta verkin tala. Vera góð fyrirmynd. Og það sem lýsir liðinu vel að þetta drifið á árangri. Það mikil árangursmenning innan Nova og keppnisandi og metnaður til staðar og ég held að kannski sagan sýni það þegar ekkert mál að vinna einu sinni titil en að vinna 13 ár í röð og að vera stanslaust að gera betur eitthvað sem kemur ekki af sjálfu sér. Af því við trúum því að með því að vera besti vinnustaður í heimi á maður fyrst möguleikann að eiga ánægðustu viðskiptavini. Og í 13 ár höfum við fagnað þeim titli en þetta stanslaust verkefni. Og það hefur verið yfirlýst markmið okkar samkeppnisaðila að eiga ánægðustu viðskiptavinina og það hvetur okkur bara til að gera enn betur og hlaupa hraðar. Þjónustustefnan hjá okkur, það engin doðrant hvernig þú að svara viðskiptavinnum eða gera hlutina eða fara í einhverja ákveðna ferla. Þetta bara að banna að segja nei. Og fyrst og fremst til að fá alla til að hugsa í lausnum og finna góða lausn með viðskiptavinnu. Besta netsambandið hjálpar okkur við að taka ákvarðanir varðandi fjárfestingar og þar sem við erum með skýra mælikvarða út frá upplifun viðskiptavinnar varðandi gæði og þjónustu. Eitt stærsta og sterkasta vörumerkið, við viljum vera lítil að innan og stóra utan eins og við komum inn á og við vitum það að gott orðspor selur meira en nokkuð annars. Við höfum hlotið titilinn markaðsfyrirtæki ársins 3 sinnum og erum ákaflega stolt af því og við höfum verið tilnefnd sem vörumerki ársins og fengið fjölda viðurkenninga og verðlauna fyrir auglýsinga starfið okkar. En Nova stærsti skemmtistaður í heimi vill auðvitað hafa líka áhrif á samfélagið og ef við horfum á þau atriði að þá neikvæða fótspor okkar í umhverfismálum ekki mikið en það þó meira vegna ofnotkunar og óábyrgrar notkunar á netinu. Og samfélagslegi þátturinn það sem stendur okkur næst. Við viljum hafa áhrif á samfélagið, við viljum vera leiðandi í tæknibreytingum, uppbyggingu innviða og samfélaginu til heilla. Við höfum litið til ábyrgðar og viljum vera hvatning og leiðandi í geðræktarmálum. Við höfum lagt áherslu á nýsköpun, bæði innan Nova og stutt við grasrótina með til dæmis eins og hraðlínum Startup Supernova. Þjónustumálin eru rauði þráðurinn og áskorun alla daga hjá okkur. Það bara þannig að kröfurnar eru að breytast, þær verða meiri, þær verða ekki einfaldari og kröfur markaðarins sín gæði eru gífurlegar. Einu sinni var alveg nóg að bara geta hringt og sent SMS. Nú keyrirðu til Akureyrar og þú vilt horfa í beinu streymi á góða mynd, annars færðu símann bara úr aftursætinu beint í hausinn á þér. Og það því ótrúlega ánægjulegt að sjá hvað ánægjan hefur aukist. Og við erum að sjá meðmælaskorið með því hæsta á Íslandi. Við erum markaðsdrifið fyrirtæki,
Við nálgumst allt á markaðslegum forsendum þar sem við erum að vakta, hlusta betur og gera aðgerðir út frá því. Og ég segi það ofta, ánægja á fjarskiptamarkaði þegar við komum inn á markaðinn 2007 var með því lægsta og bara kannski sama á ákveðnir geirar sem við erum hér núna stödd og verð voru mjög há. Frá því að við höfum komið inn á markaðinn og eins og þið sjáu hérna á súlunni, þá hefur ánægja á fjarskiptamarkaði farið hækkandi og verð snarlækkað. Og ég vil að mörgu leyti eigna okkur hjá Nova því. Að starfa í samkeppnisumhverfi gerir alla betri og það skiptir gríðarlega miklu máli. Og að sjá ánægjuna að nálgast hæsta stigið, það sem við vorum þegar við komum inn á markaðinn, er ekki sjálfgefið, eins og ég segi. Við vorum þá með 10.000 viðskiptavini og með allan þennan fjölda og fleiri þjónustur má segja magnað afrek en líka alveg einstakur hópur sem á bak við Nova-liði. Ef við horfum til meðmælaskorsins, NPS, þá er þetta kvarði sem á bilinu -100 upp í 100. Íslenski markaðurinn er í -4 því miður. Þetta er kannski mjög harður húsbóndi og við fylgjumst reglulega með honum, bæði gerum okkar eigin rannsóknir og síðan erum við bara heilt yfir markaðinn. Og mér finnst þetta oft vera vísbending og er vísbending tryggðina og framtíðartekjurnar. Og ekkert af þessu er gefið og ég held að þetta er bara framhald af þessum keppnisanda en ég hefur stundum verið spurð hvað er það sem skapar þessa ánægju? Er það því að allir eru svo sjúklega hressir inn í búðunum hjá okkur og taka fagnandi á móti viðskiptavinnunum? Eða hvað er það? Ég segi að það er tvennt sem skapar þetta. Það er annars vegar það virði sem við erum að veita okkar viðskiptavinnum. Þeir fá mest fyrir peninginn hjá Nova og síðan er það gæði kerfisins. Og okkar stefna er að eiga virku innviði til framtíðar og ég ætla að fá hann Benedikt til að koma eða Benna, til að segja okkur allt bara hvernig innviðirnir eru og hvað við höfum verið að gera og á hvaða vegferð við erum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Benedikt Ragnarsson heiti ég og er framkvæmdastjóri tæknisviðs Nova. Aðeins bakgrunnur minn er í fjarskiptum að meginhluta. Ég hóf störf hjá Símanum sem hét þá Póstur og sími á síðustu öld, kringum 1990 og vann þar við uppbyggingu og rekstur fjarskiptakerfa sem var forveri internetsins sem var þá að stíga sín fyrstu skref. Ég fer síðan aldamótin til nýs fyrirtæki sem hét Íslandssími sem sameinaði síðan Tali og úr varð Vodafone. Síðan vann ég erlendis við fjarskiptarekstur og kom síðan til Nova 2008 og hef starfað með þeim síðan þá og tók við starfið tæknistjóra 2018. Ég ætla aðeins að rúlla stuttlega í gegnum þessar hvað við erum að tala þegar við erum að tala okkar innviði. Nova hefur í gegnum tíðina frá 2013 byggt upp fjarskiptakerfi. Og þetta hefst þegar við byrjum uppbyggingu á 3G-þjónustu og við gerum þetta með þeim hætti að við kjósum að eiga ákveðið hlutfall eigna okkar og það er til þess að geta haft stjórn á þeim og líka til þess að geta stýrt hraða á framþróun. Síðan erum við með samstarfsaðila sem við nýtum innviði eins og ljósleiðaratengingar og samstarfsaðila erlendis þar sem við þurfum að gera samninga við önnur fjarskiptakerfi til þess að farsímakerfi vinni saman í samfellu á erlendri grund líka. En það sem við gerum líka að við höfum hafið mjög öfluga uppbyggingu á grunnkerfi til þess að þjóna fjarskiptasendunum. Og forsaga þess er kannski að árið 2013 þegar við hófum 3G innleiðinguna þá urðum við fljótlega vör við það að 3G-tækni myndi ekki skalast vel til lengri tíma. Þannig að þegar við stígum þá fyrstu skrefin í kringum 2013 í því að byggja 4G-kerfi, þá verðum við varir við það að það eru ákveðnar breytingar í tækninu sem hreinlega gera ráð fyrir að
það sé byggt mun öflugri burðanet en voru þá til staðar í landinu. Og við töldum það svo að það yrði ekki hægt að fylgja eftir þeirri þróun og þeim hraða sem við vildum fara á nema að gera þetta sjálfur. Nú, það vert að nefna líka að við erum í ákveðnu samstarfi samnýtingu á fjarskiptainnviðum þegar kemur að sendastöðum. Og við höfum verið í þessu samstarfi við Sýn frá 2015, þar sem að við höfum komið á svona fyrirkomulagi þar sem við látum tæknina vinna með okkur í að báðir aðilar geta nota sama fjarskiptasendi. Og það þá með algjörum aðskilnaði, en það engar eignir inn í þessu samstarfi, heldur þetta svona leigufyrirkomulag þar sem samnýting gerð möguleg. Og þetta svona dálítið lausnarorðin í framtíðina þar sem að stjórnvöldi eru beinlínis að hvetja til meira samstarfs milli fjarskiptafélaga. Þannig að við sjáum þetta samstarf kannski víkka meira út milli allra aðila sem eru á markaði í dag. Nú ef við förum aðeins yfir svona hvernig kerfið okkar lítur út í svona sinni grófustu mynd, eða einföldustu mynd, að þá erum við með svona net sem að við eigum eigin innviði í og það nær yfir allt Ísland en það kann að vera að menn reki augun í að Vestfirðir eru ekki þarna inni, en það liggur í því að við eigum í rauninni ekki burðanet þarna inni en kjósum að leigja það þá hjá öðrum. En það ekki að koma í veg fyrir að við getum byggt upp þjónustu á 5G og kannski vert að nefna það að bæði Bolungarvík og Ísafjörður eru konum með 5G-samband. Nú, þetta net erum við með í uppbyggingu núna og það er svona dálítið hraði á því hvernig við erum að auka afkastagetuna til þess að geta fylgt eftir tengingu inn og senda í 5G-þjónustu. Þannig að við búumst við að þetta geti gerst með þeim hraða sem við teljum að innviðirnir þurfi. Nú, þegar að kemur að því að reka fjarskiptanet, sem sagt þráðlaust net, þá er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að öll fjarskiptafélög þurfa ákveðin svona tíðnisvið sem svona sambærilegt eins og við kvóta í fiskveiðum að tíðnisviðin þau skapa raunverulega afkastagetun í kerfunum. Nú, í gegnum tíðina og hvernig Nova hefur staðið að uppbyggingu sinna innviða þá höfum við sótt mjög fast í að fá úthlutanir á tíðnum og jafnvel þurft að ýta á eftir stjórnvöldum að þeir komi og setji tíðnirnar í þá notkun sem við teljum að þurfi. Og við erum með nokkuð breið tíðnisvið í dag, þau eru á margan hátt sambærileg við það sem samkeppnisaðilarnir hafa, en við sitjum þó aðeins að rýrara borði en samkeppnisaðilarnir en það eru allar tíðnir lausar á næsta ári nánast og þá fer þetta í endurúthlutun og við reiknum með að yfirvöld svona komið til með að jafna þennan aðstöðum kannski ef einhver á þeim tíma. Nú, það kannski vert að nefna að Nova hefur aðgang að 2G, 3G, 4G, 4,5G og 5G þjónustu en það sem að gerast núna það að 2G og 3G þjónusta að hverfa og það áætlun það að fasa þetta út á næstu 3 árum og því mun fylgja þá ákveðin uppbygging í 5G á móti vegna þess að það mun marka dálítið þetta skref fram á við í því hvað þarf að byggja upp af afkastagetu í farnetum. Nú, það hefur verið dálítið tal sem sagt, hvað eru virkir innviðir og hvað eru óvirkir innviðir. Og þá myndað þessu að Nova seldi frá sér ákveðna óvirka innviði á síðasta ári sem eru raunverulega bara staðsetningar og möstur og sem eru svona strategískar locationir til lengri tíma sem við svona töldum hagkvæmt að fela öðrum aðila að sjá og þetta eru þá húsaleigusamningar og staðsetningar sem við endurleigjum þá til lengri tíma og Þórhallur mun fara kannski aðeins betur yfir það hvaða áhrif það hefur haft á reksturinn. En við höldum ennþá alveg á öllum okkar aktífu innviðum og það það sem raunverulega skapar þjónustuna og það það sem skapar sem sagt hraðan á tækninni sem við getum innleitt hverju sinni. Og þetta höfum við lagt til að verði áfram
sem sagt gert með þessum hætti. Nú, varðandi aðeins infrastruktúri meira að það felur í sér að við þurfum náttúrulega að vera í alls konar birgjasamstarfi til þess að byggja okkar net, við þurfum búnað og tækni til þess að geta gert þetta. Og það má nefna það að við erum með svona 2 meginbirgja sem eru annars vegar Nokia sem sér okkur fyrir þessu landsdekkandi neti sem undirliggjandi burðanet og tengir allar API-þar saman til útlanda og víðar. Og svo erum við með, í farnetinu erum við með birgja sem heitir Huawei og það er kannski rétt að nefna það hefur verið ákveðin umræða þennan birgja og við höfum fylgst mjög vel með því hvernig sú umræða hefur þróast í löndunum í kringum okkur. Við höfum líka fylgst með því þar sem að sumar ríkisstjórnir hafa gert Huawei eða sem sagt fjarskiptarekendum hafa verið beðnir að fjarlægja Huawei búnað á netinu. En það hefur þá verið gert með þeim hætti að við sjáum það hafa yfirleitt komið bætur þá ef það er á að gerast með skjótum hætti. En það er líka vert að hugsa að það eru svona leikreglurnar verða að vera dálítið skýrar og við höfum komið okkar sjónarmiðum á framfæri við yfirvöld hér sem eru að afgreiða fjarskiptalög núna stað að ef að yfirvöld hyggjast beita svona aðferðum hér að þá séu leikreglurnar skýrar. En það er líka vert að hugsa það að öll tækni hefur kannski 10 ára líftíma, þannig að tímaramma skipta gríðarlega miklu máli í því þegar útfösun og stundum gerist hún á náttúrulegan hátt og þannig að við svona mælum dálítið með að stjórnvöld halli sér aðeins og þessari finnsku leið sem var farin þar sem voru bara að setja skýra reglur inn í fjarskiptalög að ef að til þess kæmi að fjarlægja ætti búnað þá það skýrar leikreglur bæði með hvað hætti og hvernig skal haga bótum fyrir það ef það myndi gerast. Nú, hérna að lokum þá ætla ég að sýna ykkur aðeins svona afkastageta á móti svona fjárfestingum hjá okkur að Nova hefur sótt fram út af því að við trúum dálítið á það að við erum dálítið trú því að þráðlaus fjarskipti séu svona einn af stólpunum í að keyra áfram sem sagt eitthvað samfélag og þess vegna má ekki vera mikil naumhyggja í þessum kerfum. Þú verður að skala þau upp og búa til rýmdina til þess að séu nýtanleg. Og hér erum við með vinstra megin á skjánum eru opinber gögn frá Póst- og fjarskiptastofu sem sýnir gagnamagn sem allir samkeppnisaðilar eru að flytja og hlutfallið á milli okkar. Og eins og Margrét kom inn á áðan að þá er Nova að flytja þetta 60% af gagnamagninu í gegnum farneti sín sem flutt í öllu landinu. Og ef við skoðum á móti hvaða fjárfestingarhlutfall eru að gera þetta, við sjáum að fjárfestingarhlutfall í fjarskiptakerfum og tengdum innviðum liggur þetta á bilinu 11–13% hjá okkur í gegnum tíðin alltaf. Og með því að gera þetta með þessum hætti þá heldur í burtu ákveðinni tækniskuld og getur stutt við framþróun. Og en það kann að vera að menn hafi svona misjafnar skoðanir á því af hverju við erum að flytja meira gagnamagn en við teljum að það sé að við höfum tekið alla tíðni sem við höfum fengið úthlutað og við höfum sett þar í skynsamlega nýtingu og þannig að það að skila okkur í rauninni þessu gagnamagni. Þannig að þetta svona það sem við stöndum fyrir og viljum keyra áfram að byggja upp trausta innviði og halda utan þá og geta leitt þessa vegferð sem við þegar verið að leiða í síðustu 10 ár. Og svo ætlar Magnús að koma núna og hann ætlar að segja ykkur hvernig hann ætlar að pakka þessu öll inn og selja þetta. Magnús heiti ég leiði stafræna þróun og markaðsmál hjá Nova og minn svona bakgrunnur kemur upphaflega úr fjarskiptum og minn feril hjá Íslandssíma fyrir 100 árum ef ég man rétt. Okkar leiðir sköruðust nú þar við en þaðan fór ég yfir í eigin rekstur í auglýsingu á markaðsmálum sem leiddi svo til þess að ég tók starf sem alþjóða vörumerkjastjóri Latabæjar 5 ára skeið og þaðan í tækni þannig að minn ferill spannar svona
media, tækni, vörumerki og fjarskipti. Og talandi að selja þessa vöru, fyrir okkur gríðarlega mikilvægt að við erum með alla virðiskeðjuna. Við höldum á innviðum og við vitum alveg að til framtíðar þá erum við að selja vatn. Internetið verður eins, meira og meira, en markaðurinn ekki þar í dag. Það margt sem við getum gert til þess að hafa áhrif á það hvernig við þjónustum okkar viðskiptavini. Það eru margar tækninýjungar sem hafa bara komið fram á sviðsljósið á síðustu árum. Núna erum við í innleiðingu á Voice over Wi-Fi sem nýtt tækni sem við munum kynna til leiks. Við vorum mjög framalega í Volte sem hefur skapað okkur sérstöðu á ákveðnum vörum. Hvernig við tengjum landið, hvernig við tengjum gagnaverum, gagnvart stórnotum mannaðins. Þetta eru afurðir sem við viljum hafa fulla stjórn á og mun skapa okkur samkeppnisforskot til framtíðar litið. Og þegar við erum að þróa vörur, þá erum við að þróa þær fyrir okkar viðskiptavinahóp eins og hann Og það sem við erum að horfa á hér kurvan yfir okkar eigin viðskiptavinahóp og hvernig aldursdreifingin meðal greiðenda í þeim hópi. Við erum með svona megin þunga okkar viðskiptavina í 26 til 50 ára sem bara gríðarlega verðmætur hópur til þess að sækja á núna og þetta bara hluti á svona þroskaferli Nova núna sem 15 ára gamalt félag að vera núna með lykilhóp sem að stofna fjölskyldur, stækkandi fjölskyldur, stofna til fyrirtækja, taka við stjórnun fyrirtækja og það þar sem að við sjáum tækifærin mest að hverjum tíma. Þetta afleiðing þess að við komum inn með gríðarlega sterka markaðsstöðu í upphafi, 0 kr. Nova og netið í síman. Þetta eru hópur sem að fylgdu okkur mjög vel. Stundum við talaðum í markaðsmálunum svona parent trap eða foreldragildruna sem að foreldrar detta ofan í neyslumynstur barnanna og það nákvæmlega það sem gerist í tilfelli Nova og fólk hefur lært að við veitum góða þjónustu og höfum gott kerfi og höfum þar af leiðandi haldið mjög vel í viðskiptavininn okkar. Og talandi að þetta sé hópur sem að stofna til fyrirtækja og taka við stjórnum þeirra, að þá erum við líka feikilega sterk orðina á fyrirtækjamarkaði og okkar markaðssókn á smáfyrirtækjamarkaðinn og millistóru fyrirtækjum. Það eru 25% fyrirtækja í Íslandi í viðskiptum við Nova nú þegar og við sækjum inn á fyrirtækjamarkaðinn bara með sama hætti og við höfum gert með einstaklingsmarkaðinn. Bara markaðsdrifið, kraftmikið, Margrét kom inn á áðan hvernig við komum inn á ljósleiðarann og bara með nákvæmlega sama hætti höfum við komið inn á fyrirtækjamarkaðinn. Við erum að sækja, eins og ég segi, markaðsdrifið, gegnsætt, verðin upp á borðinu. Við höfum séð gríðarlegar verðlækkanir á þessum smáfyrirtækjamarkaði síðan við komum inn á markaðinn, raunverulega í kjölfar þess að við kaupum Símafélagið 2017 og gátum svona fullkomlega okkar vöruframboð. En í svona hugbúnaðar og vöruþróun hjá okkur, þá höfum við verið að þróa svona kannski sem aðalmiðjuna okkar sem þjónustumiðjan sem að við höfum nokkra ára skeið búið til þjónustumiðju sem að sama þjónustulagið fyrir okkar viðskiptavinnu og okkar framleiðnistarfsfólk. Þarna hafa allar vörur verið búnar til frá upphafi í fullri sjálfsafgreiðslu frá upphafi til enda sem að hljómar sjálfgefið en ekki endilega staðan á markaðnum. Og ofan þetta þjónustulag erum við svo með þjónustuapp og gríðarlega sterkan fríðindaklúbb sem að langstærsti og vinsælasti fríðindaklúbbur meðal 35 ára og yngri á Íslandi. Inn á heimamarkaðnum okkar, samhliða því að eiga viðskiptavinahóp sem að stofna til fjölskyldna og erum að sækja inn á þann markað, þá erum við með vöru sem við köllum allt saman, sem inniheldur net fyrir heimilið. Við gerum ekki greinarmun á ljósleiðara og 5G-tengingum í því, einfaldlega veitum internet til heimilisins. Hann inniheldur farsíma fyrir alla fjölskylduna sem heldur ekki staðallinn á markaðnum. Það ekki svo að heimapakkar séu alltaf með farsíman innifalda og svo erum við einnig með nettengd tæki eða nettengd úr inn í pakkanum. Þessi pakki fyrirframgreiddur og það út af því að okkar markhópur ólst upp við frelsisáskrift og þekkja vörur eins og Spotify og Netflix og við búum til vörurnar eins og það henta okkar hópi og hvernig við trúum að verði sterkastar til framtíðar. Sömuleiðis á fyrirtækjamarkaðnum, við erum að leiða samtalið, markaðssamtalið í dag. Samkeppnin hefur aldrei auglýst meira á fyrirtækjamarkaði heldur en við gert núna. Það út af því að við erum komin sterk inn á markaðinn, erum með fullmótað vöruframboð og sækjum gríðarlega hratt fram á fyrirtækjamarkaði. Þess til auka höfum við verið að þróa núna töluvert af vörur sem að snúa að nettengdum tækjum og búnaðarleigu og úrlausn sem og sérstaklega með nettengdum Apple-úrum höfum við sérstöðu þar vegna tilkomu Volte sem var tæknileg innleiðing sem að gaf okkur nokkra ára forskot og höfum enn á samkeppnina og svo styrking á heimanetti og svo nú nýlega sjálfsvörn inn á öryggismarkað sem snjallt öryggiskerfi og í aðgengilegt hjá Nova. Þess til auka erum við svo með Nova TV sem svokölluð white label lausn sem við rekum hér á Íslandi. Henni eingöngu ætlað að auðvelda aðgengi heimila að dreifingu og innlendu sjónvarpsefni
pay TV og free to air eða ókeypis og greiddu sjónvarpsefni og án þess að vera með myndlykil eða aðrar hindranir og myndlykilgjöld til þess að komast í það. Við veitum okkar viðskiptavinum þetta ókeypis og þetta aðgengilegt í þeim tækjum sem viðskiptavinurinn vill, sem eru Android, iOS, Apple TV, Android TV og beint í snjallsjónvarpin LG og Samsung sem að engin annar á markaðnum að bjóða. Og þetta svo sem bara svona sem við stillum upp okkar vöruframboði, nútímalegi valkosturinn gagnvart yngri hluta hópsins frekar en hitt. Og ef við horfum þá á söguna í þróun á farsímamarkaði, þetta sem við komum inn á markaðinn árið 2007, sækjum gríðarlega hratt fram með 0 kr. Nova í Nova og netið í Síman og samkeppnin kannski byrjar á að bregðast ekki við, en svo fyrir við að sjá markaðinn breytast á ákveðnu leyti. Sérstaða 0 kr. Nova rennur að einhverju leyti frá okkur samhliða því að netið í Síman eru orðið aðalatriðið. Það sem við sjáum gerast inn í þessari kurvu að sértilboð til fyrirtækja, starfsmanna fyrirtækja, svona börn leita inn í heimapakkana, það svona ákveðnar vendingar en við erum ekki að sjá neina sveiflur í því í dag. Þetta eru hlutir sem eru búin svona stabilera sig á markaði. Vendingarnar á þessu markaði hjá okkur verða þarna árið 2016 þegar við erum komin á ljósleiðara markaðinn og markaðinn eru farin að sækja svona kannski inn á miðjan völlin hjá samkeppninni inn á heimapakkana. Við byggjum okkar vöru með allt öðrum hætti upp, við erum ekki með sjónvarp sem hluta af heimapakkanum okkar og lítum á það sem mikinn styrkleika. Viðskiptavinir okkar velja okkur í fjarskiptaviðskipti út af því við erum fjarskiptafyrirtæki. Þau eru ekki að velja okkur út af sjónvarpsefni og við erum þar af leiðandi ekki að keppa við alþjóðlega birgja eða framleiðendur sjónvarpsefnis. Þannig við lítum á það sem mikinn styrkleika þegar fram líður. En þarna árið 2016 þegar við erum komið með svona fullkomna vöruframboð gagnvart heimapökkum og annað eins með ljósleiðara og þá breytist leikurinn. Við erum orðin stærsta farsímafyrirtæki á markaðnum. Samkeppnin ætlar ekki að horfa á þessa kurvu halda áfram að vaxa í eina átt og við höfum mætt alveg gríðarlegum svona mótspyrnu, ónefnd samkeppnisbrot að þá hafa verið bara frítilboð á markaði mjög mikil og ég er nokkuð viss það að stærstu hluti ykkar sem eru hér í salnum og eru að horfa í streymið að þið fengið símtöl frá samkeppni sem ykkur hefur verið boðin þjónustan ókeypis í 1, 2 eða 3 mánuði og þetta hefur eingöngu verið boðið fyrir viðskiptavini, ekki viðskipta þeirra sem að bjóða. Og við keppnisfólki sem við erum og kúltúrin sem að Magga fór yfir þetta áðan reyndist okkur bara alveg gríðarlega erfitt að fá að geta ekki skapa mesta virði þar sem að loforðið okkar liggur, að mæta því að samkeppnin að gefa vöruna og horfa eftir viðskiptavinum sem að samt kannski vilja ekki fara. Og þennan mikilslag tókum við í nokkrar vikur þangað til við setjumst niður og segjum þetta ekki svona sem við viljum koma fram við okkar viðskiptavini, þetta ekki svona sem við viljum stunda viðskipti. Við viljum bara setja kraftinn í fríðindaklubbinn, kraftinn í þjónustuna, gera betur við okkar viðskiptavini og frekar bara setja þennan storm af okkur. Og þegar mest lét voru þetta 1/3 okkar viðskiptavina sem hafði fengið svona símtöl. En við erum að sjá draga úr þessu núna og þá erum við farin að sækja aftur svona rúmlega okkar markaðshlutdeild og trú að við munum áfram mæta mikilli samkeppni, við vitum það og við bara mætum því sem er á vellinum á hverjum tíma en þetta eru góð trend í gangi eins og það lítur út núna. Horfandi þá á internet til heimila að þá erum við að horfa á nokkur gröf og við byrjum uppi vinstra megin að þar erum við að horfa á heildarmarkað fyrir netingar til heimila. Við komum inn á markaðinn 2016 og erum þar alveg fjólubláu stöflarnir þarna efst og eins og sjáum höfum við tekið rúmlega allan vöxtinn á markaðnum síðan við komum inn á markaðinn og við erum í dag með 15% hlutdeild á netingum til heimila. Þar af leiðandi þá eru ljósleiðari og ADSL-tengingar saman. Samkeppnin hefur verið að tala góðan árangur í sölu og ljósleiðara. Það fylgir sjaldnast að viðskiptavinir missa þá einn kúnna í ADSL-tengingu til þess að færa hann yfir á ljósleiðara meðan við höfum tekið allan vöxtinn. Og þannig að við færum okkur þá yfir á glæruna hægra megin þar sem að gula súlan sýnir hlutfall ljósleiðara af heimatengingum sem í boði á hverjum tíma. Og við komum inn á markaðinn 2016 og það var hluti af strategíunni. Komum inn sem mjög skýr strategi eins og Margrét fór yfir ágætlega áðan, ekki myndlykill, ekki heimasími, eingöngu hraðasta netið, eingöngu ljósleiðari. Og við fórum af stað þegar voru 40.000 heimili tengd hjá gagnaveitu Reykjavíkur núna ljósleiðari. Og það var út af því að við höfum bara gríðarlegan slagkraft í okkar sölu og markaðsvél og við vildum nýta hana til fulls, alveg svo við gerum á fyrirtækjamarkaðnum í dag. Við viljum koma fullu afli og nýta þá krafta sem við höfum séð virka á farsímamarkaði, á ljósleiðaramarkaði og núna á fyrirtækjamarkaði. Og við höfum sótt 21% hlutdeild á ljósleiðaramarkaði
á þessum árum sem við höfum verið á þeim markaði og það er 40% af vextinum á hverjum tíma inn á þeim iðnaði. Þannig að þess fyrir utan erum við að sjá mjög fínan vöxt í mobile broadband þar sem fólk er að velja 5G í staðinn fyrir ljósleiðara til sinna heimila. Og við erum að taka vel rúmlega helminginn, við tókum 3.300 af 5.000 tengingum í vexti í nýjustu tölum. Þannig að vöxturinn þar er að rata til okkar. Svo mælum við á hverjum tíma svo kallar markaðstækifæri og við birtum þessar tölur, þetta er rannsóknir sem eru gerðar fyrir okkur, við birtum út af því við höfum gert þetta til margra ára og séð þessar tölur raungerast. Markaðstækifærið mælum við þannig að við hreinlega erum alltaf að spyrja okkar viðskiptavinni, við erum að mæla tryggð, við erum að spyrja hvort að fólk hyggist hætta, hvort það hafi tekið ákvörðun hvert það er að fara. Og eins og leikar standa núna mælum við 33% vaxtatækifæri. Og þetta er svona sem við vinnum okkar markaðsstarf. Við erum auðvitað að mæla þetta í sölunni á hverjum tíma, en við erum líka alltaf að sjá hvort við séum ekki vinna huga og hjörtu á sama tíma og þannig vill maður sjá markaðsstarfið skila sér jafnóðum. Þannig við eigum margt að sækja áfram á þessu markaði. 15% hlutdeild af heildarmarkaði er ekki mikið fyrir Nova og mikil tækifæri fram undan. En talandi 33% markaðstækifæri, það vaknar samt enginn á morgun og segir í dag er dagurinn sem ég fæ mér ljósleiðara hjá Nova. Við þurfum að gefa ríka ástæðu til. Við ætlum ekki að gefa vöruna, við ætlum að gefa frábæra þjónustu og mikið virði til okkar viðskiptavina. Og verslunarnetið okkar er okkur gríðarlega mikilvægt. Við rekum 5 verslanir og vefverslun og það koma á milli 30–40.000 manns í okkar verslanir á hverju mánuði og við sjáum það sem hluta af okkar strategíu. Við viljum vera aðgengileg, við viljum að kúltúrinn skíni í gegn og viljum vera stórt vörumerki og við erum með, ef við berum okkur saman við stóru samkeppnisaðilana, þá erum við 40% hlutdeild í varningssölu á þessu markaði, en við erum að sjálfsögðu líka að keppa við Elko, verslun erlendis og víðar, en við eigum gríðarleg vaxtartækifæri hér bara samhliða því að nettengdum tækjum er að fjölga og varningur sem að bara svona beintengis okkar kjarna mun verða vaxandi. Takk fyrir mig. Góðan daginn. Þórhallur heiti ég og er fjármálastjóri Nova. Ég hef verið í þessu hlutverki að verða 4 ár núna. Virðist ótrúlegt hvað tíminn hefur gengið hratt, en þetta hefur verið alveg svakalega gaman og skemmtilegt verkefni sem vegferð með Nova. Minn bakgrunnur upphaflega eftir útskrift þá hóf ég störf í bankageiranum, meira að segja Búnaðarbankanum, forvera þessa fyrirtæki sér, var svo lengi vel hjá Eimskipafélaginu og Creditinfo Group líka. En ég ætla að reyna aðeins að taka þessa sögu saman í tölunum og útskýra hvernig þessi mynd birtist. Margrét talaði í upphafi tekjur og EBITDA fyrir einskiptisliði. Heildartekjur á síðustu ári voru tæpir 13 milljarðar. Þar af voru 900 milljónir sem voru tekjufærðar vegna söluna á óvirku innviðum. EBITDA síðustu árs var 3,9 milljarðar í heildina. Ef við höfum leiðrétt fyrir tekjunni á sölunni á óvirku innviðum sem og gjöldum þeim tengt, sem og gjöldum sem mynduðust við nýtingu kaupréttar lykilstarfsfólks á síðustu ári. Þannig til að sýna söguna svona dálítið epli fyrir epli, þá eyðum við út þessum einskiptisliðum. Við sýnum hérna söguna aftur til ársins 2015, sérstaklega því að á þessu tímabili gerist ákveðin lykilatburður í sögu félagsins sem hafa áhrif á það hvernig það lítur út í dag. Við gætum auðvitað að fara alveg aftur að byrjun, en þá væri við bara að horfa á brattari vaxtakúrfu. Árið 2015 stofna Nova og Sýn sendarfélagi eins og Benedikt kom inn á áðan, og áhrifin og hagræðingin sem því fylgir kemur inn í reksturinn 2016 og fram veginn. 2016 hefur svo Nova söluna á ljósleiðara og sjáum betur hvernig tekjurnar hafa þróast fyrir það á eftir. Í lok árs 2017 kaupum við svo Símafélagið og áhrif þess vegna á reksturinn kemur inn í tekjurnar og töluna 2018 fram veginn. 2019 færum við svo bækurnar okkar í IFRS 16. Það er cirka 200 milljónir leigugjöld sem færast niður fyrir EBITDA. 2020 svo langstærst ára okkar í vörusölu sem einfaldlega COVID-áhrif, og ef við skoðum framleiðar hlutfallið í samanburði við þessa sögu, það sjáum við að félaginu hefur tekist að halda framleiðar hlutfallin kringum 26% á sama tíma og það er að þróa nýjar vörur, fara í markaðssókn með ljósleiðarann, kaupa fyrirtæki og sameina. Það sem stendur kannski út úr 2020 og það skýrist af þessum mikla vexti í vörusölu á milli ára. Það sem var vörusölu tekjurnar það tekjur sem hafa lægstu framleiðina hjá okkur.
Ef við skoðum svo aðeins nánar þá bara tekjuþróunina. Það sjáum við í fyrsta lagi að tekjudreifingin hefur breyst. Ef við byrjum að skoða aðeins nánar móbiltekjurnar, þá sjáum við að þær toppa árið 2017 en detta svo aðeins niður árið þar og eftir, sem hrein afleiðing af því sem Magnús talaði áðan. Það því sem við sjáum kurvuna í viðskiptavinafjölda fletjast aðeins út, þar sem samkeppni raun og kemur inn á markaðinn með öll sín frítilboð og viðskiptavinafjöldi okkar dálítið stabilerast. Að auki erum við að missa reikitekjurnar okkar í COVID 2019, 2020 og 2021, en við erum að sjá þær koma aftur í lok síðasta árs og í byrjun þessa árs og við sjáum líka lok síðasta árs viðskiptavinafjöldan aukast. Þannig ef við myndum leiðrétta fyrir reikitekjunum sem við höfðum 2017 í tölunum 2021 væru raun og veru með okkar hæsta ár í tekjum í móbil. En svo sjáið þá eru internettekjurnar þær tekjur sem hafa vaxið langmest hjá okkur. Kom inn árið 2016 þegar við hefjum innreið okkar á ljósleiðaramarkaðinn, stökkvast og dálítið upp 2018, bæði vegna góðra sölu í ljósleiðara sem og vegna kaupana á símafélaginu. Þannig þetta eru fyrirtækjatengingar sem flokkast þarna undir og hafa svo vaxið nokkuð stöðugt síðan. Vörusölutekjurnar sem eru fjólubláu hlutinn, þær hafa vaxið nokkuð stöðugt yfir tímabilið. Á þessu tímabili höfum við samt sem áður verið með sama strúktúr og staðsetningar á verslunum okkar, en við höfum auðvitað stækkað vöruframboð okkar. Við höfum farið í einhverjum einstakar stjörnuvörur eins og rafskútur, en við höfum líka fjölgað vörum fyrir snjallheimilið, Apple TV, úrum og svo framvegis. Að auki höfum við þetta fjárfest talsvert í vefsíðun okkar, þar sem stór hluti núna seldur online. Aðrar tekjur eru svo margvíslegar aðrar tekjur sem falla ekki beint undir hina liðina, meðal annars tekjur sem við höfum vegna safnana, tekjur sem við höfum til dæmis frá samrekstur með sendafélagið og svo framvegis. Ef ég skoða svo aðeins betur bara þróun og kostnaðarliðunum, kannski fyrst varðandi kostnaðar seldra vöru og þjónustu. Kostnaðar seldra vara fylgir vörusölutekjunum nokkuð beint. Kostnaðar seldra þjónustu fylgir vexti í fjölda notenda sem og aukinni gagnanotkun. Hvoru tveggja talsvert háð gengi erlendra gjaldmiðla. Vörusölukostnaðurinn nær eingöngu, enda seljum náttúrulega langmestu leyti innfluttar vörur eins og síma og önnur raftæki. En kostnaðar seldra þjónustu líka, þar sem til dæmis stór byrgi eins og Faraheisur okkar fjarskiptafyrirtækin í evrum, en auðvitað leyfisgjöld sem við höfum frá okkar erlendu byrgjum við reksturinn á fjarskiptakerfinu okkar. Ef við skoðum svo laun og launatengd gjöld, þá hafa þau vaxið nokkuð jafnt ca. 5% meðaltali á ári og við skoðum það aðeins í samanburði við stöðugildafjöldan og þróun á honum. Þá sjáum við ákveðna kurvu koma hana 2018, 19 og 20. Þetta tengist að stærstu leyti kaupunum á símafélaginu. Og þarna erum við raun og veru að vinna í bara sameiningu félagana, við erum að samræma ferla og vöruframboð og þegar náum svona aftur takti með það, getum við skalað okkur aðeins niður. Áhugavert að skoða tekjur og kostnað per starfsmann. Við sjáum að tekjur per starfsmann árið 2015 voru 56,5 milljónir. Árið 2021 voru þær komnar upp í 82,4 milljónir. Þetta hrein afleiðing af raun og veru viðskiptamódelum okkar, þar sem við erum að selja staðlaðar vörur með áskriftartekjum. Annar rekstrarkostnaður helst nokkuð stöðugt yfir þetta tímabil, enda höfum við raun og veru með sömu yfirbyggingu og skrifstofuhúsnæði á þessu tímabili. Ef við skoðum aðeins nánar Capexinn, Benni fór yfir Capexinn til kannski aðeins lengra tímabil hérna áðan með hliðina á þróun og gagnamagni. Ef við skoðum hér aðeins sama tímabil, þá áhugavert að sjá og sýna að fjárfestingar í óefnislegum eignum hafa verið að vaxa dálítið hjá okkur á þessu tímabili. Það endurspeglun af því sem að Maggi talaði áðan, þar sem við höfum verið að fjárfesta meira í þjónustukerfum okkar, við höfum fjárfesta meira í vef og appi og sölukerfum okkar. Fjárfestingar í fasta fjármunum eru 80–90% heildar Capex og það eru þetta fyrst og fremst fjárfestingar í fjarskiptakerfum okkar. Við erum að gera ráð fyrir á þessu ári verði hlutfallið kringum 12,9%. Það svona í hærra lagi með hvernig hefur verið síðustu ár, en það endurspeglast af því að við erum núna að byggja upp bylgjulengdarkerfi sem Benedikt minntist aðeins á áðan. Það til að styðja við 5G uppbyggingum okkar, en gefur okkur líka tækifæri á að selja inn á og þjónusta betur stórnotendur og gagnamagni eins og gagnaver og önnur stórfyrirtæki. Við erum í mikilli 5G uppbyggingu. Við erum líka að uppfæra reikningagerðarkerfið okkar, við erum að uppfæra fjárhagsgerðarkerfið okkar og við erum með áframhaldandi uppbyggingu á þjónustukerfum vefi og appi að auki við endurnýja hluta af verslunum okkar.
Til lengri tíma gerir ráð fyrir að CAPEX-hlutfall verði með undir 12%. Og það er náttúrulega fókusinn fyrst og fremst á 5G-uppbygginguna, en það líka tíðniúthlutun árið 2023 og svo þetta útfösun á 2G/3G-kerfinu sem Benni minntist á áðan og það þýðir auðvitað að þar kemur 4G eða 5G sendir í staðinn. Skoðum næst cashflowið. Ef við byrjum á handbæru fé fyrir skatta, fjármagnsliði og breytingar á rekstrartengdum eignum, þá sjáum að það mjög sterkt og að vaxa í línu við þróun á tekjum og EBITDA. En ef við fókumst á handbæru fé eftir skatta, fjármagnsliði og breytingar á rekstrartengdum eignum, ég aðeins farin að hyggst á þessu, þá aðeins önnur þróun sem það aðeins að útskýra betur. Árin 2015-17 erum við að horfa bara á Nova félagið. PT Capital kaupir svo helming í Nova árinu mitt á 2017 og þannig að það stofnuð samstæða sem kemur með vaxtagjöld inn í cashflowið árin 2018-2021, þannig að vaxtakúrfan aðeins lægri. 2018 sker sig sérstaklega út þarna og ástæðan fyrir því tvenns konar. Í fyrsta lagi mikill vöxtur á viðskiptakröfum. Það var raun og veru mikill vöxtur á ljósleiðarasölu sem var eftirágreidd þjónusta á þessum tíma, sem og það var mikill vöxtur á raun og veru viðskiptakröfum sem komu inn með símafélaginu árið 2018. Einnig var talsverður vöxtur í birgðastöðu hjá okkur sem skýrist einkum að því að ákveðin tegund af iPhone á þessum tíma var ekki alveg að falla í krami hjá markaðinum og seldist ekki nógu vel og í staðinn fyrir að dömpa stokkinum á markaði að reyna að losa hann erlendis var bara tekin strategísk ákvörðun að sitja á honum og selja hann bara niður á árinu eftir og það gekk bara eftir. Aðeins nánar kannski varðandi söluna á óvirku innviðunum. Benni minntist á þetta áðan. Í lok síðasta árs gekk Nova frá sölu á 167 sendastöðum og eins og Benni sagði þá var þetta bara steypa, stál og skrúfur og boltar. Þetta eru staðsetningar, jafnvel ofan á þaki á einhverju blokk. Í heildina voru þetta 365 sendastaðir sem Íslandsstjórnar keyptu. Þannig að Nova selur 167 en endurlegir 365. Að meðaltali voru þetta sendastaðir með leigusamning kannski upp á 5 til 10 ár. Nú erum við 365 sendastaðir með leigu upp á 40 ár. Þannig við erum búin að tryggja okkur stærri púlíu að krítiskum staðsetningum til mun lengri tíma. Þetta þýðir auðvitað leiguskuldbindingar og nýtingarréttir á efnahagsreikningi stækkar sem og leigugreiðslan, hún hækkar 360 milljónir á ári. En eigandinn og leigusalinn, hann auðvitað skyldugur núna til að viðhalda stöðunum og hann líka skyldugur til að útvega okkur staðsetninguna. Þannig ef einhverjum ástæðum einn turn einn staðsetning dettur niður í hverfi sem við þurfum að hafa, þá verður þeir að redda okkur nýrri staðsetningu sem jafn góð og svo fyrri. Já, og lokum þetta fært undir EBITDA samkvæmt IFRS 16 að öllu leyti nema tæplega 10 milljónir sem gjaldfærðar í rekstrarreikning. Ef við skoðum aðeins efnahagsreikninginn og við sjáum hérna lengst til vinstri efnahagsreikningin eins og leit út í lok fyrsta ársfjórðungs. Og við horfum kannski bara á kennitöluna neðst. Þá erum við með 5 milljarða tæplega í nett vaxtaberandi skuldir, 13 milljarða í nett vaxtaberandi skuldir ásamt leigu skuldbindingum, 24% EIFA-hlutfall og skuldsetningarhlutfallin þannig fyrir neðan. Í apríl var framkvæmt hlutafjárhækkun í félaginu upp á 3,5 milljarð. Að teknu tillit til þóknunar upp á 105 milljónir hækka þá eigið fé 3,4 milljarða að teknu tillit til engra annarra áhrifa. Þessi hlutafjáraukning var nýtt öllu leyti til niðurgreiðslu vaxtaberandi skulda. Þannig sjáið að upphæðin færist yfir á bæði langtímaskuldir sem og skammtímaskuldir, þar sem að skammtíma afborganir lækka hlutfallslega jafn mikið á höfuðstóllinn. Þetta hefur þau áhrif þá að netto vaxtaberandi skuldir orðnir 1,6 milljarðar, netto vaxtaberandi skuldir og leiguskuldbindingar 9,6 og EIFA-hlutfall kom í tæplega 40% og skuldsetningarhlutfallin hafa lækkað verulega. Aðeins kannski varðandi fyrsta ársfjórðung. Fyrsti ársfjórðungur komið mjög vel út hjá okkur. Það í heildina tekjuvöxtur upp á 6,6%. Það skiptist þannig að móbiltekjur eru að vaxa tæp 10% sem skýrist fyrst og fremst að aukningu í fjölda viðskiptavina sem við sjáum að meðaltekjur eru að hækka aðeins og reikitekjur eru komið tilbaka líka.
Internettekjur hækkaði tæp 15% og það skýrist af aukningu í fjölda viðskiptavina bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum. Vörusölutekjur lækka milli ára. Það svo sem eitthvað sem áttum alveg von á. COVID-áhrifin og vörusalna frá árun 2020 að koma tilbaka leið og landið nær að ferðast meira og hefur meira frelsi til að fara til útlanda, þá verslar hann minna heima. Aðrar tekjur og svo margvíslega aðrar tekjur sem fóru að vaxa um 21% á milli ára. Til að útskýra aðeins varðandi rekstrarreikningun, hér samandreginn rekstrarreikningur samstæðu á fyrsta ársfjórðungi. Nokkrir einskiptisliðir sem gott að fara yfir. Við sjáum að fyrst varðandi other expenses sem að vaxa 19,1% á milli ára. Inn í þessari tölu upp á 35 milljóna vöxt 27 milljónir einskiptiskostnaðar vegna kostnaðar við skráningu á félaginu á hlutabréfamarkað. Ef við skoðum svo aðeins fyrir neðan EBITDA þá sjáum við að afskriftir lækka á milli ára. Það skýrist af því að þegar PT Capital kaupir félagið árið 2017 þá myndast ákveðið yfirverð á félaginu því svo allokeran eru óefnislega eignir og viðskiptavild. Viðskiptavild fyrir gegnum virðisrýrnunarpróf en óefnislega eignir eru afskrifaðar árlega og hluti þeirra var afskrifaðar full á síðasta ári. En við sjáum að EBITDA-vöxturinn mjög góður, 14,6% með einskiptiskostnaðinum á þessum ársfjórðung og 80% ef þetta leiðir þetta fyrir honum. Fyrir neðan EBITDA þarf svo benda á að eins og sést þá eru vaxtagjöld að hækka verulega á milli ára. Það eru 3 ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi í upphafi árs staða vaxtabærandi lána hærri heldur en var árað undan. Í öðru lagi eru vextir hærri heldur en voru í árað undan og í þriðja lagi eru hærri leiguskuldbindingar sem leigugreiðslur færast undir vaxtagjöld og afskriftir. En því tengt ber að minnast á að í febrúar niðurgreiddi félagið 1,1 milljarð inn á vaxtabærandi skuldir og svo 3,4 milljarðar af hlutafjárhækkuninni í apríl, þannig að 4,5 milljarðar hafa verið greiddir inn á vaxtabærandi lán á þessu ári. Þannig að þessi mismunur mun lækka verulega á öðrum ársfjórðungi og út árið. Að lokum, á fyrsta ársfjórðungi á síðasta ári seldi Nova Aur app sem að félagið átti 50% í og það var tekjufært 250 milljónir undir Profit from Sale of Associate á fyrsta ársfjórðung á síðasta ári. Þannig að eins og sjáið, net profit mismunur upp á neikvæðar upp á 260 milljónir milli ára, en ef við leiðréttum fyrir einskiptiskostnað á þessum ársfjórðung upp á 27 milljónir og ef við leiðréttum fyrir 250 milljónir einskiptistekjum á síðasta ári, þá snýst þessi mismunur við á milli ára. Svo að lokum guidance fyrir þetta ár. Við gerum ráð fyrir að heildartekjur verði bilinu 12,7 til tæplega 13 milljarðar. Það áfram drifið af vexti í internettekjum fyrst og fremst, en við gerum jafnframt ráð fyrir vexti í móbiltekjum. Við gerum ráð fyrir að vörusölutekjur verði nokkuð stöðugar milli ára og aðrar tekjur munu vaxa lítillega. Við gerum ráð fyrir að EBITDA verði 3,350 upp í 3,550 á þessu ári. Rétt að nefna það að inn í því breyting á bókhaldslegri meðferð á endabúnaði sem að áður var flokkar undir birgðir og gjaldfærri rekstri en núna samkvæmt ráðleggingum fyrir endurskoðun flokkað undir fasta fjármuni og afskrifaðir. Það því ca. 150 milljónir færast niður fyrir EBITDA. Þannig að leiðrétt því með tillit til þess erum við að tala EBITDA upp á 3,2 til 3,4 milljarða í samanburði við 3,2 á síðasta ári. Við vorum að vinna áætlunina á gætasinn í október, við vorum með hátt gengi á evru, við höfum ekki leiðrétt gætasinn fyrir því en það augljóslega að vinna með okkur í dag. Við vorum að vera að faktora inn stöðugildafjölgun, bæði til að reka uppbygginguna á nýja bylgjulengdakerfinu sem við vorum að bæta við, sem áframhaldandi þróun á þjónustukerfum við og appi og styðja við sölun okkar. Við vorum að eðlilega faktora inn kjarasamningsbundnar launahækkanir sem og bara ákveðin launaþrýsting sem við finnum fyrir, sérstaklega hjá IT-fólki. En að öðru leyti gerum við ráð fyrir sama strúktúr og sömu yfirbyggingu hjá okkur og áfram grimmri samkeppni á markaði. Og þetta erum við og hér smá samantekt þetta og að öðru leyti held ég gefi orðið bara yfir til Þórbergs. Já, takk fyrir það, Þórhallur.
komið sæl. Þórbergur heiti ég og hérna frá fyrirtæki og fjárfestingarbankasvið Arion banka. En við hjá bankanum höfum undanfarið verið að aðstoða félagið að þessari vegferð að skráningu félagsins á markað. Líkt og stjórnendur hafa komið inn á, þá má sjá hér að baki mér nokkra af svona lykilþáttum í rekstri félagsins. Og helst ber að nefna þar traust vörumerki og uppbyggingu sterkra markaðshlutdeildar undanfarin ár. Þá hefur Nova lagt áherslur á fjárfestingar í fjarskiptainnviðum sínum og mikilvægum þar og í því skyni að stuðla að ánægju viðskiptavina sína sem hefur skilað félaginu öflugum tekjuvexti og góðri afkomu undanfarin ár. Ég ætla að fara svona yfir helstu þætti að snúa að fyrirhuguðu hlutafjárútboði. Líkt að við kem betur inn á síðar þá sem lágmarksverðið í þessu útboði 5,11 krónur á hlut og það skila markaðsvirði félagsins upp á 19,5 milljarð króna. Hreinar vaxtabærandi skuldir eins og fram hefur komið nema 1,6 milljarðir króna og auk þess að leiguskuldbindingar þess eru 8 milljarðar. Þetta skilar heildarvirði þá upp á ríflega 29 milljarða. Eins og sjá má á grafinu hér hægra megin, þá eru helstu verðkennitölur félagsins vel í takt við bæði innlendan og erlendan samanburð og má þar horfa til að mynda á verðkennitölur heildarvirðis félags sem hlutfall af rekstrarhagnaði, hvort sem það í raun og veru ef EBITDA eða EBITDAL í raun og veru. Við slíkan samanburð ber náttúrulega að hafa í huga að félög í sambærilegum rekstri geta verið þó ólík á margan hátt og svo sem hvað varðar stærð, vaxtarsögu og afkomu. Og í því samhengi má náttúrulega benda á að sérstaða Nova að vera framsækið fjarskiptafyrirtæki og hefur félagið vaxið umfram markaðinn undanfarin ár og skilað góðri afkomu hvað það varðar. Ef við snúum okkar að helstu dagsetningum þá hófst hlutafjárútboðið nú í morgun og það mun standa til klukkan 4 á föstudaginn næstu viku, 10. júní. Það er gert ráð fyrir að tilkynnt verði úthlutun og niðurstöður 13. júní og að kalla verði eftir greiðslum frá fjárfestum þann 16. Afhending hluta er áætluð að fara fram 20. júní og vonir þá standa til að viðskipti hefjast í Kauphöll þann 21. júní. Fyrirkomulag útboðsins er með þeim hætti að fjárfestum bjóðast í raun og veru 2 áskriftabækur og í áskriftabók A sem er hérna vinstra megin þá er hægt að skrá áskriftir á bilinu 100.000 krónur upp í 20 milljónir króna. Og sú bók verður með fast verð 5,11 krónur á hlut og þar er verið gert ráð fyrir að bjóða ca. 2,5 milljarð andvirði hluta til sölu. Það verður leitast við að skerða ekki áskriftir starfsmanna Nova sem eru undir 5 milljónir króna, áskriftir viðskiptavina Nova undir 1 milljón króna og annarra fjárfesta þá sem eru undir 500.000 krónur. Í áskriftabók B þá er lágmarkstilboðið 20 milljónir króna og þar er lágmarksverð 5,11 krónur sem fjárfestar geta boðið en það verður síðan að ákvarðast endanlegt verð skilur bara eftir áskriftum og eftirspurn og það verður eitt verð sem að gengur yfir alla þar í raun. Boðnir hlutir þar upp á 4,7 milljarða króna sé horft til lágmarksverðsins en það getur orðið þá hærra í raun. Og endanleg ákvörðun úthlutun til fjárfesta mun verða í höndum seljanda en þar verður meðal annars horft til verðs og tímasetningar áskrifta í þá bók. Það er áskilin heimild í raun og veru til þess að stækka útboðið allt að 20% eða sem samsvarar 1,5 milljarða króna miðað við lágmarksverðið og auk þess er í raun og veru heimild að breyta þá grunnstærðum áskriftabókar A og áskriftabókar B eftir því sem eftirspurn gefur tilefni til. Það er tekið við áskriftum á vefsíðu Arion banka og en allar nánari upplýsingar er að finna þar og meðal annars lýsingu félagsins auk fjárfestakynningar og fleira var það svo sem ekki frá mér en það eru ítarlegri upplýsingar í bæði kynningunni og lýsingunni og ég vek svo sem athygli líka á fjárfestasíðu Nova en þar er hægt að finna ítarlegri upplýsingar félagið líka. Að því sögðu þá opnum við fyrir spurningar úr sal, ef einhverjar eru. Ef það ekki spurningar, þá þökkum við kærlega fyrir. Takk.